Það eitt að vinna fallet handverk og hanna vöru, en síðan annað að koma henn á markað og gera vöruna sýnilega. Hús handanna á Egilsstöðum vettvangur fyrir hönnunarvörur til þess að vera sýnilegar dagsdaglega. Þar hefur orðið til eins konar konfettkassi af íslenskri hönnun og þó sérstaklega austfirskri. Við opnum hérna 2010, júní 2010 og hér hefur verið á þessum fjölförnustu gatnamótum Austurlands. Þar þótti bara mjög góð hugmynd að opna svona eins konar anddyri Austurlands þar sem við miðlum öllu því besta sem Austurland hefur upp á að bjóða í ferðamennsku og þeim vörum sem eru til á svæðinu. Hús handanna bæði upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og hönnunarverslun. Hér opnast því sá möguleiki að segja sögu svæðisins gegnum þá hönnunarvöru sem þar hefur orðið til. Og við finnum virkilega fyrir því að fólki finnst þetta mjög áhugavert og við höfum leggjum svolítið upp úr því líka að svona tengja saman vörurnar, lífstílinn okkar, vörurnar okkar, segja frá hver erum við og hvað kunnum við hér á svæðinu. Það svo mikilvægt að við einmitt séum með stað sem að kynnir og selur þessa vöru á áhrifaríkan hátt því að það auðvitað mikið af innfluttri vöru og sérstaklega svona túristavöru sem kannski ekki endilega að endurspegla hver við erum. Lára segir að markmiðið sé að fjölga íslensku vörum á markaði og þó helst að þær séu líka framleiddar hér á landi. Þar spilar þó margt inn í. Í grunninn skiptir mestu að hönnunin sjálf sé íslensk því það sé hún sem endurspegli hver við erum. Það ekki kannski endilega margir framleiðslu möguleikar og til þess að geta verið með góða vöru og á líka réttu verði í samkeppni við allt annað að þá auðvitað mikið sumt af íslenskri vöru framleitt erlendis þó hönnunin sé íslensk. En engu að síður varan íslensk að því leyti að hönnunin sækir í okkar gildi og okkar menningu og það það sem skiptir svo miklu máli að endurspegla þegar við fáum allan þennan fjölda af ferðamönnum sem koma hingað. Minjagripurinn sem ferðamenn taka með sér heim og stilla upp á hillunni heima að ferðalagi loknu gripurinn sem endurspeglar Ísland og Íslands dvölina fyrir þeim sem hann sjá. Það verið að flytja eins og ofboðslega mikið af vöru sem ég veit ekki hverjir að hanna fyrir okkur og í rauninni bara að ákveða okkar ímynd og það finnst mér svolítið slæmt. Þannig að ég mjög stolt af því að Hús handanna haldi sig við það að kynna íslenska vöru að langmestu leyti og bara 95% af því sem hér íslenskt. Hér mikilvægt upp úr tengingu vörunar við það svæði þar sem hún verður til. Á vegginn hefur því verið teiknað skemmtilegt kort til þess að einfalda manni verkið að staðsetja vörurnar sem að skoða landfræðilega. Við fengum hérna ungan myndlistarmann, hana Elínu Elísabetu, sem kom hérna austur til okkar og hún teiknaði þetta sögukort sem endurspeglar Austurland í mál og myndum. Þetta eru svona litlir fróðleiksmolar og svona alls konar skemmtilegar upplýsingar til viðbótar svona hefðbundinni upplýsingagjöf sem við getum notað til að tala við fólk. Við gerum til dæmis mjög gjarnan að segja fólki bara á Austurlandi þurfum að muna eftir að slappa af. Það svo nóg pláss hérna, við erum skal ég segja þér 11.000 manns sem að búum hérna á, ætli þetta sé ekki 15.000 ferkílómetra frá Djúpavogi og Vopnafjörð, það eitthvað svoleiðis. Og það nóg pláss fyrir alla og hér geta menn verið í frið og ró og það vill fólk í dag, virkilega. Þannig að við erum að segja þeim bara frá öllum litlu þorpunum og notum þá gjarnan tækifæri og segjum ef það verið að framleiða skemmtilega vöru eins og til dæmis hérna á Stöðvarfirði. Þar náttúrulega sköpunarmiðstöðin alveg frábær staður og þær eru þar stöllur Una og Rósa sem að framleiða þessa fugla hérna, hann á að framleiða þessa fugla og það bara eitthvað sem vekur mikla athygli og svo erum við með fleiri vöru eins og eggin á Djúpavogi. Við erum með svona miniatúr frá eggjunum í Gleðivík. Tengjum við það og svo segjum við þetta frá hreindýrunum, þau eru hérna og það
vísun í Lagarfljótsorminn, svona efniðu úr Hallormsstaðaskóg. Svo erum við auðvitað með ömmukollinn hérna sem var verkefni handverksmanna og hönnuða, sem svona þessi gamli góði kollur sem var til á öllum heimilum, svona geymslukollur. Nú síðan hérna þetta fyrirtæki í Berufirðinum, það hérna fjölskyldan sem flutti með 4 börn í Gautavík og geislar og að gera hérna alls konar svona leysirskorna hluti. Og já, og síðan hún Hólmfríður okkar sem við erum nú hérna segjum mikið söguna Hólmfríði sem að prjóna þessi sjöl úr hreindýralegri. Og þetta svo ótrúleg saga því að hún klippir gatnið í heila viku frá kantinum, ysta kantinum á skinninu og hún klippir í hringi í heila viku og prjónar svo í aðra viku. Og hérna eru alls konar útgáfur af rjúpu. Heyrðu, já, rjúpan okkur mjög hjartfólgin í Húsi handanna. Hún hérna á undir högg að sækja á þessum tíma og ég bara fer alltaf í rauða kjólinn í desember og set upp rjúpuhálsmennið og rauðan varalit og þá bara með að jólin koma fyrir mér.